Já, þetta semst aðgerðamagnarar eru oftast notaðir annarkvæmt sem sambararásir, eins og vorum að skoða áðan, eða sem magnarar. Og ef þeir eru sem magnarar, þá getum við sett merkið inn á plúsinn eða inn á mínusinn. Ef við setjum inn á plúsinn, þá heita þeir non-inverting. Það er að í dag er 13. og það eru smá bombur hérna. Já, ef ekki kemur inn á plúsinn, þá fasavendist það ekki. Það er að plús er bara plús og þessi rás hér er non-inverting rás. Og formúla fyrir mögnuninni henni er sem sagt RF-viðnámið sem er feedback-viðnámið hérna deilt, þar sem viðnámið R-in er deilt upp í það er einhver tala pluss 1 og það er mögnunin. Hér erum við 10K og 1K og það verður þá 10K með 1K pluss 1, það er mögnunin 11. Mögnunin 11 sinnum. Ef kemur hálft volt hér inn, þá fengjum við út 5,5 volt hér. 0,5 er þá 5,5 volt. Þetta er eftir að kalla það negatív afturvirkni. Þeir munið það að merkið sem kemur inn hér, það fasavendir, það er að segja plús hér, þá er mínus út. Og rásinn, það er að segja, þið þurfum að hafa, það er lykilsetning í aðgerðamagnarar-rásum með neikvæðri afturvirkni, það er lykilsetning og það er þessi hér og þetta þurfum við að kunna. Spenna á inngöngum er alltaf eins. Spennan hér og hér er alltaf eins. Ef við stillum þessu spennu hérna, segjum við stillum hana á 0,5 volt pluss. Þá fáum við hér 0,5 volt pluss. Það sem gerist er það að hér, þessi fasavendir eftir, 0,50 pluss, fara hérna út, þau fara 11 sinnum upp, þannig hérna var 4,5 volt. Þessi spennudeinur hér lækkar þetta það byrjum 10 sinnum og 5,5 voltir verða þá 0,5, það er þetta 11 sinnum, þannig að þetta verður bara nákvæmlega samanspil alltaf. Magnarinn, hann breytir útganginum hérna upp eða niður þar til að inngangarnir eru eins. Þessi er alltaf fastur, þess að hér bara færi steikun upp eða niður, þá er eitthvað spennu hérna 0,5 volt eða mínus 2,3 volt eða eitthvað, skiptir ekki máli. Þessi gerir þá eitthvað, lyftir þessu upp eða niður, það til að hann fær sömu spennu hér. Og þannig virkar þetta stig sem getum með því að breyta þessu hlutfalli hér á milli, þá þarf hann að lyfta þessu mismikið upp til að fá sömu spennu hér. Og þannig getum við stjórnað magnuninni. Sem sagt, aðgerðamagnari sem magnari í non-invertering, þess að inverterar ekki, hann magnar svona, það er að segja, viðnámið hér, bylgjubita hérna, pluss 1, það er magnunin stöðullinn, sinnum 11 í þessu tilfelli. Og lykillinn að þessu er það að spennundar hér inn eru alltaf eins. Nú tengjum við hérna voltmæla við þetta hérna. Við tengjum mælinn nr. 1 hérna. Voltmæli nr. 1 er hér. Voltmæli nr. 2 er hérna. Bara til að sýna að þetta er alltaf eins. Og voltmæli nr. 3 er í útganginn, svona og þetta er allt í jarðar hérna. Svona. Nú skulum við gera þessa tilraun í verklegu og sjá hvernig þetta er. Hér sjáum við þessa rás hérna, þessa rás hér og voltmælirinn, þessi hér er til vinstri, þessi er til hægri, þessi er hérna og þessi hérna og svo voltmælirinn út hér, það er þessi blái hérna. Hérna sem sagt, þetta hér er merkið inn í plúsinn. Eitthvað merkið hérna, mínus 2,6. Og þið sjáu það, hinn er nákvæmlega eins. Og þessi tala hér, cirka sinnum 11, er spennan út. Þetta er tæplega 7 volt og það var rúmlega 7 volt út. Þetta er tæplega 0,7, sinnum 11 er cirka rúmlega 10 sinnum meira. Nú ætlum ég að breyta spennunni hérna. Þetta er mínus, þarna nú ætlum ég að fara bara pluss með þetta hérna. Sjáum bara hvað gerist. Þetta er svo átt hérna. Hér er plussinn. Pluss 0,4 tæp
og þessi á að, sko, málið er það að þetta er svona brauðbretti og hér er oft allavega brass í gangi. En allavega, nú verður þetta að koma. Spennandar hérna, alveg eins, 0,4 pluss hérna og þá gerir hinn einhverjum sömu spennu og þessi spenna hérna 0,4 sinnum 11 eða sinnum á að vera cirka hér. Ástæðan fyrir þetta er ekki kannski alveg rétt þessu, það getur verið að spenna út úr spenningju þessa pluss minus 13 voltin. Þetta verið kannski 12,5 og minus 13, þannig að það getur verið aðeins út úr balans. Þið sjáið hér, það sem er mikilvægast, að spennurnar inn á óbampinn eru alveg eins þegar við höfum neikvæða afturvirkni. Takk.